Hér er eitthvað sem komið til Þorvalds Kristjánssonar ábyrgðarmanns í hrossarækt. Hvað þú sæll og blessaður, Þorvaldur. Blessaður. Byrjum aðeins hérna á kynbótaárinu hér heima á Íslandi. Hvernig gekk það að þínu mati? Það gekk bara vel að mörgu leyti. Það fóru rólega í gang. Það voru frekar fá hross sýnd í maí, svona samanborið við síðastliðin ár. Og við stefndum að buðum upp á einhverjar 3 sýningar í maí og hendaði einni sýningu. En svo náðist fjöldinn verulega upp á miðsumarsýningum og það var algjört met slegið sem sagt í fjölda hrossa sem komu til dóms í júlí, bæði á Hellu og Hólum. Þannig að þetta voru rétt 370 hross sem voru sýnd á miðsumarsýningum sem er já, met fjöldi. Þannig að ég hugsa að þetta verði bara þróunin líka á næsta árum, sérstaklega þegar ekki landsmót að það verði færri hross sýnd í maí og fleiri bara í júní og júlí þegar það er bara besti tími til að sýna hrossin. Þannig að þetta ár, já, einkenndist náttúrulega af góðurum þáttöku. Þetta voru rétt 1200 dómar sem voru felldir í ár, sem bara mjög gott miðað við að það var ekki landsmót og svo, já, áhuga á þessu. Þannig að við vorum bara kátt með árið mörg leyti. Einmitt, þá kannski aðeins að núna hauststörfum hjá þér, það er framundan sem að þú ásamt formanni Félags hrossabænda kynntuð á fundaferð í vor, breytingar hvað varðar kynbótadóm á hrossum. Ef þú kannski ferð með okkur í svona grófum dráttum í gegnum hugmyndavinnuna bak við það og næstu skref. Já, við höfum núna á síðastliðin vetrum og á svona síðan 2016 raun og veru, þá heldum við svona stór ráðstefnu bara framtíð hestsins og fórum yfir hérna ræktunarstarfið síðastliðin 100 ár og reyndum að horfa 100 ár fram í tímann á mjög skemmtilegir og vel sóttir ráðstefnuspretti og síðan þá höfum við verið að vinna að því að uppfæra og þróa áfram í fyrsta lega bara þessi almennu ræktunarmarkmið fyrir íslenska hestakynið og það reyndum við að skýra bara betur út hvert við stefnum, bara hvað varðar hlutverk hestsins, í hvað erum við að rækta hestinn, almennt geðslægi, hvert við stefnum hvað geðslægi varðar og reyndum að lýsa því betur að hverju við stefnum hvað varðar ganglag eða reiðhestkostina, til dæmis hvað varðar bara líkamsbeitingu hestsins almennt, óhagánthönd, bara hvernig hestgerð við viljum stefna að og það er náttúrulega mikilvægt að það er svona frekar stutt lesning, þessi almenn ræktunarmarkmið en svona eiga að draga saman í skýrum og stuttum texta bæði fyrir ræktendur íslenska hestsins og þá sem að koma bara ferskir að íslenska hestinum, hvert við stefnum með þess ekki út á hvað það gengur og við erum náttúrulega að rækta hest í fjölmörg hlutverk. Það er náttúrulega það sem einkennir íslenska hestin að það er verið að nota í mörg hlutverk. Þetta er svona eins og Guðni Ágústsson sagði einhvern tímann frendiðinn að þetta íslenski hesturinn er svona lífshestur, hann á að nýtast okkur frá vöggu til grafar þessi hluti hestsins eða þetta einkenni íslenska hestinum, þetta er eitthvað sem við viljum vernda og varðveita til framtíðar, að hann nýtist til almenn útreiða, hann nýtist breiðum hópi fólks og náttúrulega í hinar ýmsu keppnisgreinar og við viljum náttúrulega tryggja það til framtíðar að þessi bestu hross okkar sem við erum að nota mest, hæststæmdu stóðastinn til dæmis, að þeir gefa okkur hross sem nýtast í þessi fjölmörgu hlutverk og í grunninn þá náttúrulega sér maður fyrir sér að svona grunnþættir hestsins eru náttúrulega traust geðslag, þannig að hann nýtist breiðum hópi fólks, byggingarlag sem er með sterka yfirlínu og jafnvægis gott byggingarlag og svo erum við að rækta náttúrulega hesta eins og ég segi í fjölmörg hlutverk, þannig að svona verðmætu hestir innan stofnsins eru fjölmargar og við viljum náttúrulega að dómskalinn og ræktunarkerfið fangi það og náttúrulega fyrst og fremst komi sem bestum upplýsingum til ræktanda fyrir þá að nýta í sínu ræktunarstarfi. Hvernig myndirðu, nú getur fólk sjálfsögðu búið að lesa sér til vægisbreytingar sem eru fyrirhugaðar. Já.
Geturðu dregið það svona saman í stuttu ástæður? Eða það er búið að kynna sér prósentuna sem munar orðið aðeins, eða þú kannski ferð örlítið í gegnum það? Já, einmitt, sko eins og ég segi, þetta var þríþætt svona, má segja, þetta yfirferði við almenn ræktunarmarkmið og svo fórum við yfir dómskalann, ég kannski kem aðeins inn á það eftir. Og svo fórum við einnig yfir þessi vægistuðla eiginleikarnir, hvernig við vegum allar þessi eiginleikar saman í aðalengun. Og þar var í raun og veru svona eitt af markmiðunum að leggja aukna áherslu á þessa fjölhæfu hestgerð innan stofnsins, hvort sem hún býr yfir 4 og 5 gámtegundum, að halda vægi á tölti áfram háu, halda vægi á skeiði áfram háu. Það reyndar hugmyndin að hækka vægi á tölti örlítið 1% úr 15% í 16%. Halda vægi á skeiði óbreyttu, það vegur 10% í dag og hugmyndin að það vegi áfram 10%. Og einnig að halda vægi á fegurreið óbreyttu, það vegur líka 10%. Við höfum séð að fegurreið hefur, sá eiginleiki hefur gríðarlega háa erfðafylgni bara til þess við keppnisárangur og er að því leyti til eitt verðmætasti eiginleikin sem við erum í dómskalanum. Þannig að við viljum halda áfram háa vægi á fegurreið, en þá hækka vægið á grunngámtegundunum og samkvæmt þessu að þá myndi heildarvægi grunngámtegunduna hækka á 16% í 22%, þannig að við hækkum vægi á brokki, hækkum vægi á feti, brokk myndi hækka úr 7,5 í 9% og fet úr 4% í 6%. Og svo er hugmyndin að hækka vægi stökks, það vegur núna samtals 4,5%, stökk og hægstökk. En hugmyndin er að skilgreina hægstökk og greiðstökk sem tvo aðskilda eiginleika með sitthvort vægið. Það er aðgengilegt að gera það vegna sem við erum með þrítakta hægstökk og fjórtakta greiðstökk, og í mörgum löndum þá er þetta skilgreint sem 2 gámtegundir. Og ég held að sé verðmætt að gæði á hægu stökki hafi beina áhrif á lokaengun og með þessu gerum við það. Og hugmyndin er að hægstökk myndi vega meira en greiðstökk, að hægstökk myndi vega 4% og greiðstökk 3%. Og rökin fyrir því eru þau að hægstökk er náttúrulega hefur náttúrulega verið að skipa sér miklu markvissari sess í bara allri uppbyggingu reiðhestsins á síðastliðnum árum. Hestur sem á auðvelt með að stökkva í jafnvægi hægu stökki, þetta flýtir fyrir allri þjálfun og uppbyggingu hestsins. Og einnig er náttúrulega hægstökk náttúrulega miklu meira notað í allri keppni á íslenskum hestum. Þannig að þess vegna, það eru rökin fyrir því að hægstökk mun komið til með þá að vega aðeins meira heldur en greiðstökk. Ég held reyndar að vægi greiðstökks lækki ekkert mjög mikið. Ég held að teiknin í einkunnagjöfinni munu aukast við þetta í mati á greiðstökki. Hross sem eru rýmislítar á greiðstökki, eru hættu víxli eða svoleiðis að þau munu fá lægra, og önnur hross sem eru sína teygju og mikið rými og halda burði baki á greiðstökki, að þau munu fá söm hærra, allan þau sem gæði á hægu hefur verið að draga þau niður. Og eins og ég segi, að gæði á hægu stökki bara hafi beina áhrif á lokaengun. Og samfara þessu að þá er hugmyndin að hækka heildarvægi gámtegundana eða hæfileikana úr 60–65%. Og hæfileikarnir myndu þá vega 65%, en það er náttúrulega reiðhestskostinni, það er náttúrulega vegamesti þáttur hestsins. Og byggingin myndi þá vega 35%. Og innan byggingarinnar þá myndi náttúrulega þessi lykil eiginleikar, hvað var það virkni og útlit, sem sagt hálsara bóar myndi vega mest, 8%, þá saman við 7%, og svo myndum við hækka vægi á bak og lend úr 3% í 5,5%. Við höfum alltaf verið að breyta því töluvert á síðastliðnu ári hvernig við höfum verið að meta bak og lend, og allar rannsóknir sem við höfum framkvæmt, eða það rannsóknir sem við höfum framkvæmt á síðastliðnum árum, hvað var það svona tengsl byggingur og hæfileika, segja okkur það að bara sterk yfirlína bæði í hálsi og baki hafa gríðarlega áhrif á gangkvæmni hestsins, og þess vegna er tímabært að hækka vægi á bak og lend. En þá myndum við lækka aðeins vægi eins og kemur fram í greininni sem er á eðfagsa, myndum við lækka aðeins vægi á öðrum eiginleikum byggingarinnar, og til dæmis
hvað varðar fótagerðleika hófa myndu lækka aðeins vægi á þessum 3 eiginleikum, en af þessum 3 eiginleikum myndu þá hófar vega mest, fremst 5%. Og við svona, og ég held að það sé rök fyrir því að hófarnir vegi mest, þeir hafa alltaf mjög sterka tengingu bara við alla nýtingu hestsins og rannsóknir sýna líka að þeir hafa sterka erfðafylgni við keppnisárangur til dæmis, sem gæti verið góð vísbending það að hófar hafi fylgni við endingu hestsins, vegna þess að við erum alltaf með tölvöld eldri hross sem taka þau keppnum heldur en símódómi. Þannig að þetta svona heildarhugmyndin að byggingin myndi þá vega 35% og setja meira vægi á hæfileikana, hækka vægi á grunngántunnar og þannig að við séum að skilja betra á milli hrossa sem eru virkilega fjölhæf og eru verðmætustu hestgerð innan stofnsins, vegna þess að það hestgerðin sem nýtist í allt. Hún nýtist til almenn útreiða, hún getur nýtist í hinnar ýmsu keppnisgreinar. Og þess vegna viljum við svona, varpa svona meira kastljós á þá hestgerð innan stofnsins. Þorvaldur, þurfa hrossaræktendur að óttast að við séum bara að breyta íslenska hestinum á einni nóttu í einni svipan? Nei, alls ekki. Þetta ef við förum aðeins í söguna þá hafa verið gerðar breytingar á dómskálanum og ræktunarmarkmiðinu svona á sirka 10 ára fresti, misstórar. Stærsta breytingin sem var gerð á síðustu árum var gerð árið 1990 og þá var náttúrulega tekin upp dómskali, alveg skilgreindur dómskali í dómstörfunum sem er grunnurinn að þeim dómskali sem við erum að vinna með í dag og gjörbreytt allir notkun á dómskalanum þar sem var að nota miklu meira dómskalanum og skilja betur á milli lakari hrossa og betri hrossa og það var í rauninni, má segja, það var mjög stór breyting og hálftíð bylting á framkvæmd dómstarfa. Á síðustu árum hefur verið jákvæð framþróun á þessu og þetta er hluti af henni. Við erum að, hvað dómskalana þá höfum við verið uppfæra hann til nútímans og gera hann bara betra vinnuplaggi og við höfum náttúrulega verið að færa okkur yfir í það að leggja meiri áherslu á gæðahægu til dæmis í dómstörfunum, að þau vegi meiri inn í lokaengun og leggja aukna áherslu á rétta líkamsbeitingu hestsins og það sem við viljum gera er að halda áfram á þessari leið og leggja aukna áherslu á til dæmis mýkt í ganglagi, jafnvægi og hesturinn sé sjálfbyrjandi á gangtegundum og fjæðarmagn og hægu sem maður sér fyrir sér að skilja betur á milli hrossa sem búa yfir fjæðarmagn og hægu, þótt við séum náttúrulega ekki að slá af kröfum rými, viljum áfram hesturinn geti greikka spórið á gangtegundunum. Þannig að þetta er ekki bylting í sjálfum sér en þetta er vonandi og okkar höfðu jákvæð framþróun á framkvæmd dómstarfanna. Einnig hefur verið nefnt og var nefnt á fundarferðinni fjórgangsengun. Þú kannast við það eða ekki? Jú, það er hluti af þessum pælingum með vægisstöðluna og svo hugmynd kviknaði svolítið þegar við vorum að rannsaka skeiðgenin og áhrif þess á gántegundir hestsins og sáum það að mörg fjórgangshrossin þau sem eru CA ekki arfsinn fyrir skeiðgeninu, að þau eru í jöfnum höndum að gefa okkur, þótt þessu klárhross sjálf, eru í jöfnum höndum að gefa okkur úrvals klárhross og alhliðarhross. Og þá svona kviknaði þessi hugmynd að einfaldlega reikna sérstaka fjórgangsengun á öll hross. Þar sem við myndum bara taka vægi skeiðs út úr útreiningunum og dreifa því hlutfallslega yfir aðra eiginleika hæfileikana og birta rauninni bara, í dag eru rauninni að bera öll hross sama sem fimmgangara, alhliðarhross. En hugmyndin er að halda því að sjálfsögðu áfram en að birta einnig þessa svoköldu fjórgangsengun, það sem gefur okkur þá færi á því að bera öll hross saman sem fjórgangshross. Og þetta er í mínum huga bara áhugaverð viðbót. Við erum náttúrulega, þetta gengur allt út á það að bera hross saman og sjá hvar hrossin standa og þetta er í mínum huga, eins og segi bara svona áhugaverð viðbót við þennan samanburð og upplýsingar til handar hrossaræktendum.
það sem náttúrulega aðalmáli náttúrulega kannski við þessa breytingu gefur okkur færi á því náttúrulega þá að reikna kynbótamat á þessu fjölgangsengun. Þannig að þetta gefur okkur þá betra færi á því að veluna afkvæmahross á grundvelli hennar sem þá að gefa úrvals klárhross með tölti. Einnig að þá mun þetta með bæði held ég lyfta upp jafnvígum allarhrossum sem eins og við tökum dæmi Hrannar á Flugumýri, hann fekk náttúrulega gríðarlega háa einkunn sem allir hestur en hann myndi standa mjög vel að vígi líka, hann fengi bara 9,16 líka sem fjölgangari, þannig að þetta mun lyfta upp okkar fjölhæf allarhrossum og einnig náttúrulega lyfta undir okkar bestu klárhross með tölti. Og svo held ég þetta gæti líka haft jákvæð áhrif á mætingu hrossa til dóms vegna þess að fókusin náttúrulega mjög mikill á aðalengun á hvernig hrossin kom út úr þessu öllu saman, hvað varðar aðalengun. Og þá sér maður fyrir sér hross sem eru klárhross með tölti sómarhross og góð hross sem eru kannski með 8-8,5 fyrir allar gántöndur en 5 fyrir skeið. Að þessi hross munu frekar koma til dóms og við fáum upplýsingar þau því að þau mundu náttúrulega koma mun betur út úr samanburðinum hvað var það fjölgangsengunina. Hross með 8,5 fyrir allar gántöndur, alla eiginleika nema 5 fyrir skeið, það fengi einfallega 8,50 í þessi fjölgangsengun og svo framvegis, þannig að þetta held ég svona jákvæð bara skemmtileg viðbót. Þannig að þú býður bara, Þorvaldur, spenntur eftir fundinum 2. nóvember þar sem að þessar tillögur verða kynntar og ræddar og hlakkar til að kynna þetta almennilega fyrir hrossaræktendum og starfa sérstaklega eftir þessu þá næsta sumar. Já, ég held að þetta verður bara jákvætt og skemmtilegt. Við fórum náttúrulega góða fundaferð síðasta vetur, ég og Sveinn Steinarsson, formaður Félags hrossabænda og kynntum þessu breytingar allt land og það var uppistuð til tekið mjög vel í þær og það svona og hugmyndin að sjálfsögðu að kynna þetta núna á aðalfundi Félags hrossabænda og ráðstefnu sem verður 2. nóvember einmitt og hugmyndin náttúrulega eins og ég segi ef við komum aðeins aftur á byrjuninni þá náttúrulega rækta hest sem á nýtast í fjölmörg hlutverk og það sem við viljum gera náttúrulega kannski fyrst og fremst með þessum breytingum að lyfta undir aðgengilega hestgerð sem auðvelt með að ganga undir manni rétti líkamsbeitingu og jafnvægi og þessar breytingar eiga að stuðla að því að við séum að rækta hestgerð sem nýtist breiðum hópi fólks og býr ekki yfir einhverjum vandamálum í byggingunni til dæmis, svaga ívilínu eða framhalla eða svo framvegis sem gerir það verkum að hinn almenni reiðmari á erfitt með að njóta sem reiðhess. Þannig að við séum að skapa grunninn bara jafnvægisgóða hestgerð með traust geðslag sem nýtist breiðum hópi fólks og vernda þessar fjölmörgu verðmætu hestgerðir stofnsins og ég held að við höfum aldrei staðið betur að vígi til dæmis hvað þetta tvennt varðar. Í fyrsta lagi hvað var geðslagið. Við höfum náð og ræktendur, náttúrulega starfræktendur sem hefur skilað þessu, hefur skilað því að geðslag hersins hefur verið að batna greiðlega mikið á síðustu árum. Við höfum aldrei verið með jafn marga stóðhesta til dæmis sem að gefa úrvals ganghross en eru einnig að gefa hross með traust geðslag. Við höfum náttúrulega hverjum tíma höfum alltaf verið með stóðhestar sem að gefa mikinn örleika, sjónhræðslu og framvegis. Við erum ennþá með það og það hefur verið á hverjum tíma en ég held að við höfum aldrei verið með marga verðmæta stóðhestar sem bara að gefa hross með traust og aðgengilegt geðslag og það var einmitt úr því minnst á það að þá var skemmtilega niðurstöður sem þú fékkst í þínu BS-verkefni þegar þú varst að skoða hóp frístundahrossa sem nýtast í ferðihús til dæmis. Það eru bara nákvæmlega sömu stóðhestarnir og forfeðurnir á bak við þann hóp eins og okkar úrvals kynbótahross eða bestur hross toppsins. Þannig að við höfum náð miklum árangri hvað geðslagið varðar. Og svo einnig höfum við líklega aldrei staðið betur að vígi hvað varðar hvað varðar úrval stóðhesta að mismunandi hestgerðum. Við tökum mismunandi klárhross og alhliðarhross og töltkemurhross og hross sem að gefa hross sem nýtast í skeiðkappreiðar.
við höfum aldrei verið með jafn mikla flóru af stóðustöðum sem að gefa svona, já, fjölmargar mismunandi hestgerðir. Þannig að það hefur raunin aldrei verið, held ég, skemmtilega meira spennandi að vera hrossaræktandi og vera rækta hestin. Ég stendi þeirri trú. Þorvaldur, ég þökkum fyrir ítarlegt og gott spjall. Hlökkum til að fylgjast með fundinum 2. nóvember og íslenski hesturinn fyrir alla. Er það ekki bara lokaorðin? Það er lokaorðin. Takk fyrir. Takk hérlega.